Leiðtogar Evrópuríkja auk forsætisráðherra Kanada og Japans lýsa yfir áhyggjum af takmörkunum á herafla á Úkraínu sem lagðar eru til í friðaráætlun Bandaríkjamanna. Landamæri ríkja verði ekki færð til með valdi. Engin samstaða náðist í lokaáætlun loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í dag leiðir til að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Rúmlega 80 ríki kölluðu eftir slíkri áætlun. Yfir 30 hljómsveitir verða heimilislausar þegar húsnæði tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar í Reykjavík verður lokað áramótin. Gott kvöld. Friðaráætlun Úkraínu var í brennidepli á leiðtogafundi 20 stærstu iðnríkja heims sem hófst í Suður-Afríku í dag. Viðræður Bandaríkjanna og Úkraínu frið hefjast svo í Sviss á morgun. Það var viðbúið að friðaráætlun Bandaríkjanna Úkraínu yrði áberandi þar sem þarna hittast margir helstu þjóðarleiðtogar heims og snemma í dag funduðu evrópskir leiðtogar áætlunina á hliðarfundum. Í yfirlýsingu sögðu þeir að þessi fyrstu drög að áætluninni væri grunnur sem þarfnaðist frekari yfirlegu. Leiðtogar Finnlands, Frakklands, Írlands, Ítalíu, Hollands, Spánar, Bretlands, Þýskalands og Noregs, auk fulltrúa Evrópusambandsins og forsætisráðherra Kanada og Japans, skrifuðu undir yfirlýsinguna. Þeir tiltaka að landamæri verði ekki færð með valdi. Þeir hafi áhyggjur af þeim takmörkunum á herafla Úkraínu sem lagðar eru til og árétta að þeir liðir í framkvæmd áætlunarinnar sem snúi að Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu krefjist samþykkis aðildarríkja. Síðdegis greindi einn helsti samningamaður Úkraínu frá því að samninganefndi þeirra og fulltrúar Bandaríkjanna ætluðu að hittast í Genf í Sviss á morgun og ræða leiðir til að binda enda á stríðið. Bandaríkjamenn hafa þrýst mikið á Úkraínumenn að samþykkja friðaráætlunina fyrr en síðar. Well, I'm absolutely clear in my mind that President Trump wants a just and lasting peace, not just from the actions he's taken towards that end, but also from the private discussions that I've had with him one-to-one on this issue. Sondern es ist ein Krieg, der nur beendet werden kann mit der Zustimmung der Ukraine und mit auch unserer Zustimmung, der europäischen Zustimmung, denn es ist ein Krieg auf dem europäischen Kontinent. Und je nachdem, wie dieser Krieg ausgeht, wird es Auswirkungen haben auf die Sicherheit Europas. Bæði í Úkraínu og Rússlandi eru íbúar efins tilgang friðaráætlunar og friðarsamningaviðræður ríkjanna tveggja. Якщо разом з Росією, то нічого не думаю. Разом з Росією в нас немає майбутнього. Ніколи з Росією ми не будемо. І ніякий план я не підтримую з Росії. Хлопці гинуть, ось похорони. Хлопці загинули за нашу свободу і за ці землі. Ні, їм нічого не віддамо. Потрібно буде, я сама піду воювати, але їм нічого не віддамо. Ну что, ожидать всегда стоит и нужно чего-то светлого, хорошего, иначе просто вымрем всех к чертовой матери. Вот. Ждать и верить нужно в лучшее, в хорошее. Но реальность, она такая штука. Все, что предпринимает США, все это откатывается назад. Я не верю в их действительное желание урегулировать. Нереально. Нереально. Я зараз іду, дивіться, скільки хлопців іде. Без ніг, без рук, покалічені, без очей, без всього іншого. Скільки людей, десятки мільйонів виїхало, це все зупинити, тому що хтось накрався і вирішив втекти вчасно. Ну, такого не буде. Ось моя думка. Formaður utanríkismálanefndar Alþingis telur farsælast að halda áfram samtali tillögur frið í Úkraínu. Tillögur Bandaríkjastjórnar séu ekki góðar, en gjá gæti myndast milli Evrópu og Bandaríkjanna ef öllu verður hent út af borðinu. Þetta náttúrulega í grundvallum uppgjöfartillögur fyrir Úkraínu myndi ég segja, kannski ekki tillögur skilyrðislega uppgjöf en engan síður tillögur sem virðast í fljótu bragði vera mjög óhagstæðar fyrir Úkraínu. Ef við bara berum það saman þá sjáum við að í rauninni eru þeir skilmál sem Úkraína látin fallast undir harðari en þau skilmál sem Hamas var látin fallast undir. Rökréttast væri að fulltrúar Úkraínu og Evrópu kæmu fram með nýjar tillögur af friði og halda þannig samtalinu gangandi.
Það væri heppilegra en að henda tillögunum alveg frá. Vegna þess að það myndi þá búa til gjá milli Evrópu og Bandaríkjanna og það kannski líka eitthvað sem í rauninni Pútín sækist eftir. Það eftirsóknarvert að friður komist á, en eins og tillögurnar eins og þar liggja fyrir gerir ráð fyrir að Úkraína skeri mjög niður í her sinn, dragi sig úr varnarlínum sem það byggt í mörg ár og verði þá einhver leyti skilin eftir varnarlaus. Ákveður Rússar að láta fylgja kviði og halda áfram og við verðum að gera ráð fyrir að við erum að semja við aðila sem ekki að semja í góðri trú. Loka yfirlýsing loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP30 var samþykkt síðdegis án áætlunar að hætta notkun jarðefniseldsneytis í áföngum. Fjölmörg ríki eru ósátt við það. Ráðstefnun átti að ljúka í gær en þar sem þátttökuþjóðir náðu ekki samkomulagi loka yfirlýsingu ráðstefnunnar var hún framlengd. Samhljóða samþykki þarf fyrir henni. Lokafundurinn hefur dregist og því ráðstefnun ekki formlega lokið. Rúmlega 80 ríki kölluðu eftir slíkri áætlun. Nokkur olíuríki lögðust hins vegar alfarið gegn slíku orðalagi og var það því ekki í loka útgáfu yfirlýsingarinnar. Sveitarstjóri Múlaþings segir áhyggjuefni hve mörg störf hafa tapast á Seyðisfirði á undanförnum árum. Síldarvinnslan tilkynnti í gær að fiskimjölsverksmiðjunni yrði lokað. Við það missa 12 starfsmenn vinnuna, auk verktaka. Frystihúsi síldarvinnslunnar var lokað fyrir 2 árum og togaranum Gullveri var lagt í september. Þannig að í heildina eru þetta orðin ansi mörg störf eða yfir, milli kannski 60-70 störf eitthvað svoleiðis sem að hverfa úr þessu samfélagi og það veldur okkur miklum áhyggjum vegna þess að þetta eru heilsástörf sem svo mikilvægt að hafa í samfélagi eins og hér á Seyðisfirði. Seyðisfirður mjög öflugur bær á sumrin af því að hér gífurlega mikil ferðaþjónusta yfir sumartíman en það eru einmitt þessi heilsástörf sem við verðum að hafa til þess að samfélagið sé sjálfbært af því að við verðum að hafa hér fólk sem vill dvelja allt árið kring og vera hér með börn í skóla og leikskóla og byggja upp þetta samfélag. Jón Ásgeirsson tónskáld látinn, 97 ára að aldri. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Eir í gær. Jón fæddist á Ísafirði 1928. Hann stundaði nám við tónlistarskólann í Reykjavík og framhaldsnám við konunglega skoska háskólann í Glasgow og síðar Guildhall School of Music í London. Jón samdi fjölda tónverka þar á meðal óperuna Þrymskviðu sem var fyrsta íslenska óperan í fullri lengd. Eftir hann liggja mörg vinsæl sönglög eins og Maístjarnan og Augun mín og augun þín. Jón hlaut margar viðurkenningar fyrir störf sín. Hann var útnefndur borgarlistamaður Reykjavíkur og sæmdur riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu fyrir störf í þágu lista og menningar. Elísabet Þorgeirsdóttir eiginkona Jóns lést 2013. Þau áttu 3 börn. Það gætu orðið miklar sviptingar í borgarstjórnarkosningum eftir hálft ár. Margt enn óljóst og til harðra átaka gæti komið forystusæti í Sjálfstæðisflokknum og í Samfylkingunni. Sveitarstjórnarkosningar verða hér á landi 16. maí. Mikið hefur gengið á í Reykjavík á kjörtímabilinu. Framsóknarflokkurinn var sigurvegari í kosningunum 2022 og fékk 4 borgarfulltrúa. Píratar og sósíalistaflokkurinn bættu við sig en aðrir mistu fylgi. Framsókn, Samfylking, Píratar og Viðreisn mynduðu meirihluta í byrjun júní og Dagur B. Eggertsson varð borgarstjóri en samkomulag var gert að Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, yrði borgarstjóri tæpum 2 árum seinna. Einar tók við í ársbyrjun 2024 en hann sleit meirihlutasamstarfinu í byrjun febrúar á þessu ári þar sem hann hafði ekki náð fram áherslum sínum. Nýr 5 flokka meirihluti Samfylkingar, Flokks fólksins, Pírata, Vinstri grænna og Sósíalistaflokksins var myndaður skömmu síðar og Heiða Björg Hilmisdóttir varð borgarstjóri. En hvað ætla flokkarnir að gera núna í aðdraganda kosninganna í maí? Sjálfstæðisflokkurinn ætlar í leiðtogaprófkjör 24. janúar og stillt verður upp í önnur sæti framboðslistans. Samfylkingin ætlar að efna til flokksvals og fela flokksmönnum að velja 6 efstu sæti listans í bindandi flokksvali. Uppstillingarnefnd verður svo falið að stilla upp í sæti 7 til 46. Framsóknarflokkurinn heldur 2-falt kjördæmaþing í lok janúar og byrjun febrúar.
þar sem kosið verður 4 efstu sætin. Viðreisn verður með leiðtogaprófkjör í lok janúar og svo uppstilling eftir það. Miðflokkurinn hefur ekki gefið upp hvernig og hvort hann býður fram. Aðrir flokkar í borgarstjórnarmeirihlutanum hafa ekki sagt með hvaða hætti boðið verður fram. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, sækist eftir endurkjöri. Nafn Guðlaugs Þórs Þórðarsonar dúkkar reglulega upp og þá talið að Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir sé að hugsa málið. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri sækist eftir endurkjöri. Hún hefur ekki áður verið oddviti því Dagur B. Eggertsson settist á þing á kjörtímabilinu. Hvort nú verður leitað að nýjum oddvita hefur enn ekki komið fram. Einar Þorsteinsson sækist líka eftir endurkjöri og hafa önnur nöfn ekki verið nefnd. Hjá Viðreisn hafa nöfn Aðalsteins Leifssonar, aðstoðarmanns formanns flokksins, og Bjargar Magnúsdóttur, fyrrverandi aðstoðarmanns Einars Þorsteinssonar, helst verið nefnd, og hjá Miðflokknum hafa verið nefndar þær Nadín Guðrún Jaki og Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi alþingismaður og borgarfulltrúi, en hvorug hefur staðfest það. Óljóst hverjir ætla fram af öðrum flokkum í meirihluta. Líf Magnúsdóttir hefur sagt að hún vilji leiða lista VG áfram. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur sagt að hún ætli að sækjast áfram eftir sæti í borgarstjórn en ekki víst að það verði undir merkjum sósíalista. Og Helga Þórðardóttir, Flokki fólksins, sækist ekki eftir oddvitasætinu. Yfir 30 hljómsveitir missa æfingaaðstöðu þegar húsnæði tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar í Reykjavík verður lokað áramótin. Skipuleggjandi segir þetta skelfilegt fyrir íslenska tónlist. Tónlistarþróunarmiðstöðin hefur verið út á Granda í Vesturbæ Reykjavíkur frá 2003. Þar hafa mörg hundruð hljómsveitir haft aðstöðu til æfinga í gegnum tíðina. Þetta eru 30 pluss bönd sem eru að æfa hérna reglulega. Það eru 13 rými í húsnæðinu og að lágmarki 2 hljómsveitir á rými og hafa verið 25 hljómsveitir á biðlista til að komast inn. Nú eru breytingar framundan, til stendur að hefja framkvæmdir á svæðinu og verður húsnæðinu lokað áramótin. Og það eru dálítið margar hljómsveitir sem eru að verða heimilislausar og það er ekki komið nýtt húsnæði og þó að Reykjavíkurborg hafi verið að leita að nýju plási. En staðan er ekki frábær. Þetta er skelfilegt fyrir íslenska tónlist. Við hérna í Hráefninu erum búin að vera hérna í 10 ár og bara þetta væri óbóðslega eftirsjá af þessu öllu saman sko. Erfið tilfinning að missa þetta húsnæði? Já, þetta er bara orðið sögulegt sko. Hérna er nú til dæmis Mammút að æfa með okkur sko. Þú veist, og þeir hafa tekið upp plötur hér og bara stórkostlegt, bara söguleg verðmæti. 12 hljómsveitir spila á sannkölluðum marathon tónleikum sem hófust klukkan 1:30 í dag og standa fram á kvöld. Tekjurnar verða notað til að fjármagna flutning og geymslu og tækjabúnaði miðstöðvarinnar. Það er mikil gróska í þessu húsi. Já, þú heyrir það bara. Hérna er hátíð, hérna hinum megin við vegginn, svona heavy metal, þú veist, goth hátíð. Þetta er bara eins og brimið á Suðurlandi. Málverk eftir mexíkósku listakonuna Frida Kahlo var selt á uppboði hjá Sotheby's í New York á dögunum á 47 milljónir bandaríkjadala, jafnvirði rúmlega 6 milljarða íslenskra króna, auk gjalda. Það er hæsta verð sem fengist hefur fyrir listaverk eftir konu. Verkið heitir El Sueño eða Draumurinn og er sjálfsmynd. Kahlo málaði það árið 1940 á miklum átakatíma í lífi sínu. Það þykir einstaklega sterkt og sýnir flókið samspil, viðkvæmni, seiglu og sköpunargáfu. Mikil spenna var á lokamínútum uppboðsins þegar 2 tókust á að kaupa verkið. We're selling it here, Julian. Sure. At $47 million. And it's yours. Thank you very much indeed. Congratulations. Thank you. Congratulations. Well done. Það viðrar ágætlega til skógarhöggs í Hallormsstaðaskógi þessar mundir. Vinsælasta stofupríðun hátíðarnar er rauðgreni, stafafura og blágreni. Þetta er náttúrulega byrjun á jólunum. Það eru jólatré sem eru felld og þau sumstaðir er byrjað að fella í byrjun nóvember og svo erum við þessu svona fram í undir miðjan desember að fella.
Skógarverðir á Austurlandi hafa í mörgu að snúast þessa dagana við undirbúning jólatrésölu. Fyrst fella þeir stærri trén áður en þeir snúa sér að þeim minni. Við erum eins og núna þessa dagana að byrja á litlu heimilistrjánum og verðum í því svo næstu vikurnar og þetta fer hérna í fjórðunginn og svo fer eitthvað norður í Eyjafjörð líka. Þór segir að árlega séu felld 500 tré, auk trjáa sem að bændur í nágrenninu felli. Helstu tegundirnar eru rauðgreni, stafafura og blágreni. Og erum að velja þessi formfallegustu, þéttustu trén, rauninni trén sem að vaksa hægast í reitnum. Þannig það ekki nema brot sem við náum úr hverjum reit, þannig þetta er svona bara ágætis grísun. Það ekki? Ef ekki bara taka þetta? Stærri trén enda flest hjá fyrirtækjum og sveitafélögum í fjórðungnum. Vinabærin í Færeyjum fær svo sitt tré líka. Rúnavík í Færeyjum sem er vinabær Egilsstað, það er farið áleiðis núna. Veðurfarið hefur sitt að segja. Ef að frost er mikið eiga tréna á hættu að brotna og fannfergi getur líka tafið fyrir. Þá þarf maður ofta að grafa niður á þau til að kanna hvernig þau líta út og stundum er það vinna sem fer fyrir lítið því að trén er ekki nógu góð. Þegar við komum með þau heim þá þurfum við að hæðamæla og flokka og snirta að neðan þannig að það sé stubbur til þess að setja ofan í svolítið. Þá að veðri. Í dag hefur kraftlítil lægð haldið sig ekki langt suðvestur á Reykjanesi. Hún hefur ýtt stöku skúrum eða éljum upp að sunnanverðu landinu. Á morgun þá fjarlægist lægðin og verður úr sögunni. Vindur verður með hægasta móti. Víða þurrt veður og þokkalega bjart, en búast má við lítilsháttar éljum á norðvesturlandi og einnig á Austfjörðum, allt suður á Höfn. Á morgun verður frost allt land frá frostmarki að 7 stigum, en nánar veðrið að loknum íþróttum. Þorsteinn Bárðarson, Íslandsmeistari í götuhjólreiðum karla, hefur verið dæmdur í 5 ára æfinga- og keppnisbann eftir fall á lyfjaprófi í ágústlok. Þetta er þyngsta bann í sögu lyfjaeftirlits Íslands. Ógöngur Liverpool halda áfram í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Liðið er í 11. sæti eftir 7. tapið í síðustu 7 leikjum. Það var líf og fjör í Laugardalshöll í dag þegar 29. silfurleikar ÍR voru haldnir og í Kópavogi var sterkasta kona Íslands krýnd. Og nú stendur yfir leikur kvennalandsliða Íslands og Færeyja handbolta sem er lokanhykkur beggja liða áður en haldið verður áleiðis á HM sem hefst á miðvikudag. Íþróttir hér eftir andartak. Og áður en við kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Leiðtogar Evrópuríkja auk forsætisráðherra Kanada og Japans lýsa yfir áhyggjum af takmörkunum á herafla Úkraínu sem lagðar eru til í friðaráætlun Bandaríkjamanna. Landamæri ríkja verði ekki færð til með valdi. Engin samstaða náðist í loka ályktun loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í dag leiðir til að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Rúmlega 80 ríki kölluðu eftir slíkri áætlun. Yfir 30 hljómsveitir verða heimilislausar þegar húsnæði tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar í Reykjavík verður lokað áramótin. Þessum fréttatíma er lokið og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En við ljúkum þessu á myndum sem Bragi Valgeirsson tók í Raufarhólshelli, í Leitahrauni í Ölfusi á dögunum. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Að fá sér svona slöngur. Já, að fá sér slöngur. Svo náttúrulega var það sammari, það er náttúrulega bara eðlilegt samloka. Kappsmál, skemmtiþáttur íslenska tungu. Þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Margt mjög skemmtilegt sem kom út úr munum á mér á þessum tíma. Já. Síðasta ferðin, The Leisure Seeker.
Hugljúf kvikmynd eldri hjón sem ákveða að fara í síðasta ferðalagið á húsbílnum sínum áður en það verður seinan. Á leiðinni rifjaðu upp liðna tíð og kynnast nýjum hliðum hvort á öðru.